Hopp og hó, litli jólabörn. Í dag 7. desember og við tilvalið að opna 7. gluggann á jóladagatalinu. Ég fékk jólasvein. Ég fékk jólaskó. En hvað myndandi 4? Já, það er rétt. En Hugrún, hvað ætlum við eiginlega að gera í dag? Í dag ætlum við að búa til svona jólakrukku og þegar maður hristir hana þá byrjar að snjóa innan í krukkunni. Það sem þú þarft eru negulnaglar, Krukka. Það er alveg óþarf að kaupa sér nýja krukku, samt. vatn, helst úr krananum, Límstifti, glimmerskraut fallegu borði, og síðast en ekki síst glimmer og köngull og skæri og auðvitað 2 litlir skrautsteinar. Við byrjum á að líma í botninn á krukkunni svo köngullinn festist örugglega. Svo festum við köngulum vel ofan á límið. Svo látum við negulnagla. Til að gera þetta enn jólalegra. Svo bætum við snjónum. Við ákveðum að nota alvöru snjó til að taka þetta alla leið. Venjulega nota fólk gervisnjó en við vildum hafa þetta raunverulegt. Við setjum svo smá glimmer til að auka fegurðina. En við elskum glimmer. Við erum svo mikla prinsessur. Svo létum við líka fallegar stjörnur. Því þær minna á stjörnubjartan himinn á vetrarnótt. Þarna fyllum við þetta líka með vatni. Vatn er mjög mikilvægt. Við notuðum krukku frá Benna frænda. Já, og svo skreyttum við hana með jólaborðanum fallega. Hann er líka frá Benna frænda. Og nú er þetta bara tilbúið. Gjörðu svo vel, jólagjöfin í ár. Ef þú ákveður að gera svona krukku, þá viljum við endilega sjá hana og þú getur taggað hana með hashtaginu jólapepp2014. En þá er þetta aftur í dag bara búinn. Ho ho ho, litlu jólabörn, við sjáumst aftur á morgun.